Hvernig ná að opna peysu án þess að þurfa að sauma í saumavél. Ég er hérna búin að gera smá bút og það sem ég geri er að ég hef 4 bruggnarlykkjur í miðjunni. Geri 2, svo stroffið, klára stroffið og geri 2 bruggnar hérna megin. Nú ætla ég að snúa verkefninu við og þá lítur þetta svona út. Og við ætlum að hekla. Þið sjáið hér, við byrjum á því að festa gatnið hér með því að fara með nálina í gegn og hekla eina svona. Það sem við ætlum síðan að gera er að við ætlum að fara inn í þessa og koma út hérna megin. Þannig að það líti út eins og svona lykkja hérna í miðjunni. Síðan heklum við og svo saman í gegn og þið sjáið og 2 saman í gegn og saman. Ég að klára hérna megin út enda og svo ætlum ég að sýna ykkur hvað gerist. Nú er ég komin hérna út enda og ég klára bara alveg niður. Og við ætlum að fara í þessa hérna líka lykkju sem er svona eins og þakið, ef að má kalla svo. Og svo bara slítum við frá og drögum í gegn. Nú erum við búin hérna megin og þá er þetta svona og þetta á að vera svona beint. Ef það kemur svona eins og bunga upp hérna þá er þetta of laust og þá þarf að gera það aftur. Það þarf að liggja vel með. Við byrjum sem sagt hérna megin og endum hérna megin. Þá byrjum við hérna megin á sama stað og við endum síðast. Nú er ég sem sagt búin að gera alveg eins hinum megin og það lítur þetta svona hérna út. Og þið sjáið að heklið er alveg jafnt og prjónið og þannig á það að vera engin svona bunga, þá er það ólaust. Og svo er hérna miðjan og þá klippum við hér og þá verður þið búin að hekla fyrir.